Sælveriði og verið velkomin í Flugusmiðjuna. Ég var hér og takk fyrir allt áhorfið og allt það. Í dag ætla ég að nýta flugu sem systir Black Sheep, ef svo má segja. Þetta flugan Silver Sheep og við erum að nýta hana á sem sé Arex Standard Double númer 8 og Arex krókana fáið þið í flugubúlunni. Og við erum að nota í þetta, að því hún rauðum haus líka eins og systirinnar, við erum að nota Uni 8.0 rauðan tvinna. Og við byrjum á því að taka ávalt silfur. Við erum að nota small, má örugglega nota medium, þess að medium gangi líka í þetta. En það broddurinn á flugunni, hann kemur hérna. Og svo kemur silfurbúkur og ávalt silfur yfir búkin. Svona hérna. Vitring hérna yfir og svona. Það fæst þetta undir búkin eða undir krókin, þannig að þetta sé farið sem minnst fyrir þessu og þetta verið svona jafnast. Annars geta verið svona bungur á búknum. Og sérstaklega mikilvægt kannski í þessu tilviki að því við erum með flatt silfur í búkin. Þetta aðeins annað eldur en að vera að vinna með ullina sem í Black Sheep. Og ávalega silfri kemur þá hérna, kemur hér, sjáu þið. Og þegar við erum með ávalt silfur í búk, þá setjum við það hérna undir. Og þá það tilbúið til að koma. Við sjáum af hverju við gerum þetta á eftir. Klippum af endan hérna. Og svo kemur flata silfrið. Það kemur hérna. Þetta Uni Millar flatt silfur. Sniðugt silfur, eða sem sé sniðuð vara því að hún með silfri og gulli, þannig að sé gull öðrum megin og silfur hinum megin. Þannig að þú ert í rauninni að fá 2 fyrir 1 með kaupunum á því. Svo kemur þetta hérna utan búkin. Svona. Sem 3 alveg þéttingsfasta snúninga hérna til þess að festa flatasilfurinn niður. Þá reynum við skerunum hérna upp og klippum flatasilfurinn í burtu. Því næst kemur ávala silfrið yfir flatasilfrið og þið sjáu þið, nú byrjunarstaðan á þessu hérna, þessi ávala silfurinn hérna niðri og það ástæði fyrir því. Þið sjáu þið, það kemur hann náttúrulega hérna yfir búkin og við tökum einhverja 5 snúninga yfir búkin. 3 þéttingsfasta til þess að festa þetta. Það reynum að nota eins lítið pláss við getum upp á hérna eiga pláss fyrir restina af efninu sem það þarf að koma þegar kemur vængur á þetta. Vængur sem tvískiptur. Næst kemur skeggi á fluguna. Skeggi úr bláum hana. Sem ég búin að undirbúa hérna, kláran. Og það kemur hérna niður, svona. Og ég gerir skeggorna laxaflugur yfirleitt svona og straumflugur líka. Legg það niður, tekur 2-3 snúningu utan á það og svo dreg ég það bara í svona þá stöðu sem ég vil hafa það í. Svona. Svo alltaf þetta íta þessi og rétta þetta af. Klippum það sem Amerikanin kallar tag end í burtu og fáum þetta beint eins og við viljum hafa þetta. Næst á dagskrá þá það sem sé svarti hlutin af vængnum og við erum að nota örfínan svartan bucktail í þetta.
og við höfum vanginn cirka þetta langan. Ekki mikið lengri og ekki mikið styttri heldur. Og bakteilin kemur hérna niður, puttana hérna fyrir þessu. Svona. Og svo kemur gulur bakteil yfir þennan. Við erum yfirleitt með aðeins meira voljum í gula bakteilinum hérna. Og hann verður svipa langur á hinn, ívið lengri. Klippum þetta til hérna. Hann kemur hérna hana. Þið sjáu núna hvað mikilvægt að eiga pláss hérna á flugunni sko. Þetta eina af þessum flugum sem eru algjör klassík, Black Sheep og svo hérna Silver Sheep. Mjög vinsælar laxaflugur báðar tvær hérna á Íslandi og virðast virka alveg frábærlega. Og næsta skref í þessu, það er að skella á þetta Jungle Cock. Þá kemur Jungle Cock hérna á fluguna. Byrjum á honum hérna mín megin. Svona. Bara festum hann með hérna 2 léttum slögum eða vafningum. Sleit ég þetta, ekki var það gott. Svona. Það getur verið dálítið föndlur með Jungle Cockinn, en þessi komið og það verður alltaf á þessum flugum sem eru með tvöfaldan væng eins og þessi, með tvöfaldan væng, það verður alltaf, hausinn á það verður alltaf aðeins stærri. Svona, nú festið þetta alveg niður. Þurfum að klippa stamman hérna, hennar litla, pínu litla hérna, svona. Og nú er bara að móta haus á fluguna því hún er klár. Og þið sjáu, það er ennþá alveg kappn og pláss hérna í auganu, það er ekkert vesen þar, það er ekkert plássleysi eða neitt. Þetta er eitthvað sem kemur eins og við segjum bara að maður fá tilfinningu fyrir þessu í laxaflugunum á endanum. Þetta er stundum þannig að ef ég er að nýta vídeó þá þarf ég að nýta fluguna 2-3 ára áður en ég tek vídeó og það er bara alltaf að hita upp. Bara mannlegur í þessu. En þá er bara hnútur á þessa glæsilegu Silver Sheep flugu og svo bregðum við á hana hérna Solaris Bone Dry eða Bone Cure og herðum það með ljósinu. Bone Cureinn er hérna, frábært efni, mjög auðvelt að bera það á með bustanum hérna sem er í sem fylgir glasinu. Ég veit ekki hvort þetta fáist þetta á Íslandi, ég fekk þetta út í Florida. En skora á allar veiðibúðir að taka þetta inn, þessi er frábæra vöru frá Solaris. Svona, og svo er bara sólbað með hana í UVF-bað. Það er hér, aðeins hérna frá. Og þá er þessi fluga bara klár þegar búið er að herða á hana hausinn. Silver Sheep segi ég. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, þið með endilega að gera þess áskrifundur á rásinni, setja like á vídeó og deila þið yfir lið, alltaf velkomið, og þið bara sendið tölvupóst ef það er einhverjar spurningar. En þangað til næst, þá bara sé ég ykkur hress og kát í næsta vídeói. Takk fyrir.